Þangfjara er fjara þar sem mikið þang. Til þess að það vaxi þang þá þarf tvennt í raun og veru að gerast. Það er að það þurfa að vera klettar í fjörunni eða grjót, stórt grjót, og sjórinn þarf að fara á fjöru. Við erum með sjóinn hér og gras hér og við skulum segja á flóði fari fjaran kannski hingað upp. Þá er þetta svæði það sem við myndum kalla þangfjöru. En ef það er sandur hérna eða leir, þá nær þangið ekki að festa sig og nær ekki að vaxa. Það þarf eitthvað fast eins og kletta eða grjót og stórt grjót sem sjórinn hreyfir ekki til. Síðan eru það mismunandi tegundir sem vaxa í fjörunni. Dvergþang og klapparþang vex hérna ofarlega. Klóþang og bóluþang hérna í neðri hlutanum. Og síðan þetta allt brúnþörungar. Svo erum við með svona grænþörunga hingað og þangað, þangskegg og fleira. Og grænþörunga og rauðþörunga sem að vaxa hérna. Söl til dæmis vex hér rétt fyrir neðan. En svo hér úti vaxa þarar. En þarar eru með einn stöngul og eitt blað á meðan þangið er svona krekklótt eins og runni. Það er svolítið munur á þangi og þara hins vegar. Margir fuglar sækja æti í þangfjörur, til dæmis vaðfuglar og æðarfuglinn til dæmis. Það er alls konar smátir, þanglýs og fleira sem að lifa í þanginu og undir steinum og hérna í kring. Marflær til dæmis. Þannig að þetta er mjög mikilvægt svæði fyrir marga fugla og meira að segja kindur. Þeim að beitt á þetta, þær voru ekki þetta smátir, þær voru að naga þangið.